Góðan daginn, gott fólk. Velkomin. Ég ætla að byrja á því að gefa tóninn. Í fínu skálinu minni, hún er lítil en hún gerir sitt gagn og hún hljómar alveg ótrúlega vel. Gefum okkur rými til að taka á móti tóninum og finna hann streyma inn í æðakerfið, inn í taugarnar, kveikja á þeim og slaka. Ekki dásamlegt. Það segi ég. Það er mín skoðun, já. Mér langar svolítið að fjalla núna og að hafa svona sem þema, það eru óskir okkar og vonir og væntingar. Ef þú hefur ósk, von og væntingu að þú viljir að lífið þitt sé á einhvern hátt, en það er ekki þannig. Segjum að þú hefur ósk að vilja fá maka eða vilja nýtt starf eða búa á einhverju svæði sem að væri draumasvæðið þitt, hvað sem er. Þá gott að spyrja sig, er ég tilbúin? Er ég opin fyrir það muni gerast? Þú getur skrifað niður óskalista. Mér langar að upplifa mig búa þarna. Mér langar að upplifa mig í vel launuðu, skapandi starfi með góðu samstarfsfólki. Mér langar að upplifa ástríkt ástarsamband. Mér langar að upplifa og svo getur þú haldið áfram með listan. Síðan getur þú skoða hvert atriði. Hver er hindrunin? Af því oft er það þannig að við trúum ekki að við séum verðug að upplifa þetta sem er hindrunin fyrir að þetta komi til okkar. Auðvitað stjórnum við ekki öll lífinu, við stjórnum ekki lífinu, við erum í svona samsköpun með öðru fólki og Guði. En við getum haft mikil áhrif á hvað kemur til okkar ef við opnum fyrir það og við erum búin að taka hindranir, einhverja sögur úr hausnum okkar í burtu sem er að segja okkur að við eigum þetta ekki skilið. Eða það mun ekki takast. Eins og til dæmis ef ég segi já, mér langar að upplifa að ég selji mikið af listaverkunum mínum. Mér langar að upplifa það, ég sé bara með reglulega sölu alla daga, já, svona hverri viku allavega. Ok, og svo er ég ekki að upplifa það, ekki eins mikið og ég vildi. Þannig að hvað stendur í veginu? Hver er hindrun mín? Og þori að skoða það? Já, ég þori alveg að skoða það og hef gert það. Og sem dæmi hindrun getur verið, ég trúi ekki að ég sé verðug peninga, mikilla peninga. Trúi sé verði ákveðis magn en ekki meir en það. Af því að það sé jafnvel græðgi eða eitthvað slíkt. Sem getur líka verið annað, ég trúi ekki að ég sé góð myndlistakona. Þó ég veit að ég sé það. Þetta er svolítið andstæður. Oft búa í haustum á okkur andstæðu partar. Þannig að hvað er það sem ég trúi, hver er hindrunin og ég get skoðað hana gaumgæfilega og ég get nota aðferðina the work við það. Hún er alveg mögnuð og þá gerum við það þannig að við spyrjum okkur 4 spurninga þessa trú okkar og svo snúum við setningunni við eða hugsuninni. Þannig að við finnum nýja sannleik. Við vefjum ofan af lyginni og finnum raunveruleikann. Það er hægt að finna hjálpartæki við þetta á síðunni thework.com thework.com og þessi aðferð er eftir Byron Katie og ég er búin að stunda hana síðan 2014 og hún er alveg mögnuð. Hún hefur hjálpað mér oft á erfiðum tímum þegar ég hef verið föst í hausnum á mig með einhverja sögur. Hún hefur opnað fyrir flæði til mín og hún hefur opnað fyrir hjarta mitt. Þannig ég tengst betur sjálfur mér og öryggi og séð að einhver þjáningafull hugsun er bara ekki rétt. Það er uppi staðið. Og það gefur mér frelsi og frið í hjartanu og huga. Þannig að prófa að gera lista og hvað ykkur langar, hvað þið vilja upplifa í þessu lífi og skrifa svo annan lista, hvað hindrar ykkur, af hverju trúið þessu, hvað sannanir hafið þið. Svo getum við tekið það í the work.
Er það satt? Að ég sé ekki verð meiri peninga. Hvernig líður mér þegar ég trúi því að sé satt? Hvað gerist í taugakerfinu mínu? Hvernig sé ég framtíðina? Hvenær byrjaði þetta í fortíðinni? Hvernig kem ég fram við sjálfa mig? Hvernig sé ég list mína? Og svo hver væri ég án þessar hugsunar að trúa því ég væri ekki verður peninga? Hver væri ég hér og nú? Hvernig sé ég framtíðina? Hvernig kem ég fram við mig? Og skoða þetta og ég finn breytingun í taugakerfinu. Þegar við finnum breytingu í taugakerfinu, ef við skoðum okkar innri sögur, þá er eitthvað gott að gerast. Og síðan get ég snúið þessu við í það sem kallað svona turnaround eða viðsnúning. Ég á skilið peninga. Við getum nefnt 3 dæmi um það. Já, ég er góð listakona. Ég gerir góða list og mörgum finnst hún mögnuð. Ég finn fleiri dæmi, ég ætla ekki að fara að tíunda þau hér. Ég á skilið peninga og svo líka getur snúið þessu við. Peningar eiga skilið mig. Já, af því ég er mjög góð við þá. Ég myndi fara virkilega vel með þá, eyða stundum í eitthvað ruglavísu, en það er alltaf einhver sem getur þá grætt á mér og fengi sína peninga þá. Af því peningar eru flæði. Þetta er bara svona dæmi og alveg sjálfsagt að vera í sambandi og kynna ykkur máli frekar. Ég mæli mig að fara á heimasíðuna byrumkatiethework.com og skoða þetta. Og svo er það skálin í lokin. Ekki spurning. Og brosa til næsta manns.